Semst þetta var hugsað svona, sjáðu þið, hvar erum við núna, 12. eða ekki? Hér, fjölbunding virkja, það er það sem við erum að fara yfir og þeir eru að skila þarna þeir eru að skila síðasta skilaverkefni núna, eða ekki? Nei. Þeir eru að skila skilaverkefni nú 5, en síðan er þetta skilaverkefni 6 eftir. Þannig að það er eftir 1 skilaverkefni. Getur ekki þá bara sett það inn sem fyrst? Og hana nú. Jú, sko, ég get alveg sett það inn sem fyrst, en til dæmis ég er ekki búin að setja inn þetta dæmatímaverkefni, einfaldlega vegna þess að þetta dæmatímaverkefni það reynir á það sem við erum að gera núna, það er sem þetta virkjarnir. Og reyndar allir aðeins að sjá hvað ég kemist langt hérna að ég sett inn dæmatímaverkefni, hvað ég get haft marga virkja inni, en ég minna að það hefur, allavega ef menn eru þannig að menn eru að nýta fyrirlestrana til þess að kynna stefninu og svona, þá hefur kannski ekki mikið markmið að setja inn efnið áður en ég fer yfir það, eða hvað? Ok, en allavega ég seti inn dæmatímaverkefni í dag sem að er í rauninni úr þessu úr fjölbundingu virkja sem ég er að fara yfir núna. Nú síðan átt að vera viðbótar skilaverkefni og þeir eru rauninni óskæfti því ég seti það bara strax fyrir, ef ég skil ykkur rétt, eða ekki? Það átt að fara inn á föstudaginn kemur? Ég ætla bara að setja inn, þannig að maður líka að byrja á því þannig að maður hefur inn. Ok, ég skal setja inn skilaverkefni hérna fyrir þennan, sem þetta átt að fara inn á föstudaginn kemur, en ég skal reyna að setja inn fyrir, kannski bara í kvöld. Ég veit eins og alveg viðkynna, ég man ekki alveg hvað ég ætla að hafa í því verkefni, þannig að svolítið háð því, sko, upp að ég sé búin að fara. Ég skal bara setja það inn, þannig að þið sjáu þá, en þið látið ekki fallast hendur ef það kemur eitthvað sem ég er ekkert búin að fara yfir. En er ekki sýnir á netinu á innröndinu? Jú, það er náttúrulega allir fyrirlestrar frá því fyrra, eins og að fara yfir til fyrra, það er allt saman inn á innröndinu. Ég skal bara setja síðasta skilaverkefni inn í kvöld. En þá bara vitið þið það að ef þetta er eitthvað sem ég á eftir að fara yfir þá er það bara því að ég hef sett aðeins fyrir inn. Sko, hér stendur í síðustu vikunni kynning á Makefiles og það átt að skila bara svo síðasta skilaverkefninu og síðan að öðru leyti samantekt og umræðum próf, þetta er svona eins konar upprýðun. Ég skal alveg viðurkenna að ég var svolítið með að vega og meta hvort ég ætti bara hreinlega að sleppa þessu eða ekki. Sko, þetta var mikið áhugamál forvera míns að fjalla þessa Makefile og strangt ekki er þetta ekki hluta því sem stendur að þessi eigi að vera inni, sko, í sem sagt það sem fjallaði hvað efni á að vera í námstíðinu. Líka kannski hægt að hafa upptöku frá því fyrra en segja að það kom ekki á prófi, þannig að þeir sem að vilja hafa áhuga á því að kynna sér það, hafa þá færa á að kynna sér það, en hinn kannski þurfi ekki á að ágjöra því. Getur vel verið að hafa einhvern veginn þannig. En þannig að þá erum við í rauninni, ef við höfum það þannig, ég skal bara lýsa því yfir núna, við höfum það bara þannig, að þessi Makefiles munu ekki koma til prófs, en ég ætla að hafa upptökuna þannig inni, þannig að þeir sem geta kynnt sér það, bara þeir sem hafa áhuga að geta kynnt sér það, og þá er í rauninni síðasta vikan í rauninni hugsuð sem upprýðun, og náttúrulega þá eru þeir reyndar að skila þessu skilaverkefni nema þeir reyna að gera fyrr. En síðan myndi ég hafa þá þetta netpróf í síðustu vikunni eða bara leið og ég er búin að fara yfir efnið þá setja ég inn netprófið. Ok, og það er þá upprýðun. Hvað segið þið? Er þið sátt við þetta? Ok, þá skulum við halda áfram í hitt. Var eitthvað fleira sem brann á okkur annars áður en að við höldum áfram í hitt? Ok. Við erum sagt að fjalla þessu operatora og í fyrsta lagi skilji ekki allir hvað er markmiðið með því sem við erum að gera til hvers við erum að þessu. Að geta lagt saman að plúsvirki, búið til plúsvirkja sem að leggur við 2 tilvik af einhvern klassa. Fatt ekki eða þarf að skýra það betur, bara hvað við erum að reyna að gera. Ok? Og þá er það, við erum þá komið með þetta og þetta er í rauninni bara nákvæmlega eins og allfallið nema
að við erum búin að breyta þessu nafni add yfir í Operator Plus. Sem sagt, Operator Plus, plusvirkinn, það bara nákvæmlega eins og hvert annað fall, nema hann heitir Operator Plus. Og það hann heitir Operator Plus þýðir það að við erum að útfæra plusvirkjan. Og við erum að yfirskrifa plusvirkjan, við erum sem sagt að búa til enn eina nýja útgáfu af plusvirkja. Og þessi nýja útgáfa, af því að færibreytunar eru hér með plusvirkjanum, annars vegar fyrst tilvika af klasanum onni og svo líka tilvika af klasanum onni, þá erum við að leggja saman tvö tilvika af klasanum onni. Við erum að búa til plusvirkja til þess að leggja saman tvö tilvika af klasanum onni. Nú, síðan það sem var þá nýtt kannski núna í þessu dæmi, að það var þetta const hér. Þetta const þýðir bara það að ef ég reyni að breyta það sem fer inn hérna, amount 1, ef ég reyni að breyta því inn í fallinu, þá kemur bara error. Bara þýðandinn myndi ekki þýða það. Ef kemur einhver aðgerð sem hugsanlega getur breytt þessu, þá bara neitar þýðandinn að þýða þetta. Og hérna, það það sem þetta const þýðir hér. Og það til þess, ef ég að leggja saman tvö tilvik, ef ég segi C tekur gildið A plus B, þá vil ég vera 100% öruggur með það að A breytist ekki og B breytist ekki, en hins vegar breytist C. Og það skilagildið sem við sendum tilbaka til þess að breyta C-inu. Nú, og svo operator sama sem, það bara nákvæmlega eins og fallið sem að héti equal áður. Við erum bara búin að breyta nafninu. Það héti áður equal, nú heitir það operator sama sem. Og þá erum við að búa til sama sem virkja, þar sem við berum saman tvö tilvika klasanum onni. Já. Af hverju ertu að breyta þessum add yfir í svona operator? Af hverju ég að breyta þessu yfir í svona operator? Sem sagt, það til þess að ég geti, ef ég skoða mainfalli núna, þá get ég sagt svona, if cost jafnt og tax. Áðan í fyrri útgáfunni, þá sögðum við, if equal svíun opnast cost, tax. Svo ég þurft að kalla, en þetta ekki svona með þá þekkingu eða með bara venjuna þegar við erum að nota C++, að þá væri kannski eðlilega að gera eitthvað svona. Og segja bara ef að kosta jafnt og tax. Þarna erum við að kalla operator sama sem virkja. Og þá í þessu tilfelli að þá myndi kost, það fer inn í færibreytunum sem er vinstra megin. Þannig ef ég skoða í þessu kalli hérna, ef ég skoða núna útfærsluna á sama sem virkjanum, þá fer kost inn í þetta sem heitir amount 1 og tax fer inn í það sem heitir amount 2 sem hér. Það sem fyrir framan virkjan fer inn í vinstri færibreytuna, það sem fyrir aftan virkjan fer inn í aftari færibreytuna. Fleiri spurningar? Hérna, í næsta dæmi, eða næstu útgáfu af þessu, dæmi í bókinni, og nota bene þetta bara dæmi beint úr bókinni þarna úr kafla 11. Hér, Money Class Display 11.6, þá er komin einhver meiri útgáfa af þessu, eða svo búin að fara eitthvað lengra. Og það sem bara búið að gera þar, hér komin einhver operator mínus, eða ekki. Og það komin tveir operator sem heitir operator mínus. Annar tekur inn tvær færibreytur, þá binary operator eða tvíþáttavirki. Hinn tekur bara inn eina færibreytu, sjáðu þið. Hér komið mínusvirki, bara með einni færibreytu. Svo þessi operator jafnt og áfram. Og ef við skoðum mainfallið, núna eða mainforritið sem að nota þetta, að þá erum við komin hérna með 2 eða 3 tilvika klassunum, money sem heitir cost, tax og total. Total tekur gildi cost plus tax. Hér eru við þá að keyra operator plus virkjan okkar, eða ekki? Nú, síðan segjum við eitthvað að kostnaðar jafnt og þetta. Cost.output, þetta sem sagt, hér erum við að skrifa út, nota output-fallið til að birta þetta á snirtilegan hátt, að segja $200 eða hvað það nú dollar eitthvað.
ef ég myndi þýða þetta, nú ég ennþá með í gangi eitthvað gamalt hérna. Ef ég myndi núna þýða þetta og runna, sem sagt, hér búum við til tilvikin, hér séu tekur gildi cost plus tax, hér notum við operator plus virkjan okkar, hér séu cout cost sama sem, og það er þetta hérna, cost sama sem kemur hér, og svo segjum við cost.output cout, það skrifast á $1,50 eða ekki, svo segjum við cout ended fyrir næstu línu, og takk kannski eftir, þarna þurfum við 3 línur eða ekki til að skrifa kostnaðan út á snyrtilegan hátt, og við eigum eftir að endurbæta það með því að búa til einhvern virkja sem að gera þetta sniðugri hátt fyrir okkur. En ok, hér eru aftur skrifum tax sama sem, tax.output skrifar út þá hérna þetta $0,15 á snyrtilegu formi, cout end til að fara í næstu línu, total bill kemur hér og total þá .output, það skrifar út á þessa niðurstöðu á snyrtilegan hátt. Nú if cost er after tax, þarna förum við ekki í samanburðarvirkjan okkar, operator sama sem, erum við að kalla þarna þegar við segjum if cost er after tax, og hann nú er kostnaður ekki í after taxin, þannig að hann skila vantarlega false, þannig að hérna move to another state já. Annars hérna segir að things seem normal ef þetta skila false, þannig að hann skrifa hérna things seem normal. Svo segir eitthvað money temp sama sem mínus kost, við ætlum að margfalda kostnaðanum með í rauninni -1 með það ekki. Þarna erum við að sjá þau, hérna er mínusvirkin öðruvísi heldur en hefðbundin mínusvirki þar sem ég að draga eina tölu frá annari tölu, ég bara margfalda -1. Þetta er þá einþáttavirkin fyrir kostnaði, það ekki? Sem hér erum við þá að kalla á hvað? Hér erum við að kalla á þennan virkja hér, operator mínus með einni færibreytu. Þetta er einþáttavirki eða unary operator sem við erum að búa til hér, og það er bara nákvæmlega eins og við erum svo sem ekki búin að skoða hvernig virka það. Einþáttavirkin, hann tekur inn einhvern amount eða tilvik af klassanum money, það á að skila út eða ekki tilvik af klassanum money, bara það sem að talan er mínustala. Þannig að hér búum þá á sama hátt áður til nýtt tilvik sem hann kalla temp, svo tekur hann bara all cents í þessu sem við fáum inn, í færibreytunum sem við fáum inn, margfalda það með einum og setjum inn í all cents á nýja tilvikinu sem við bjögum til og returna svo tilvikinu sem við bjögum til. Hér erum við að segja return temp, við erum að returna tilvik af klassanum money, og það er þetta hérna, hér segjum við að við ætlum að returna tilvik af klassanum money í það ekki. Nú svo er bara hitt eins sýnist mér. Þannig að hér erum við komin með, já, við skoðum aftur yfirlýsinguna. Það sem er þá búið að bæta við er að við erum bara búin að bæta við fleiri virkjum. Við erum með plusvirkjan sem var bara atfallið, mínusvirkin, við skoðum svo sem ekki mínusvirkjan fyrir hérna útfæsluna, það var vantilega mjög svipað á plusvirkin, nema það bara mínusar í staðan fyrir plusar eða ekki. Og hérna við erum komið mínusvirkja, tvíþáttamínusvirkja, við erum komið með einþáttamínusvirkja, við erum komið með samanburðavirkja, sama sem virkjan, og svo erum við komið með þessa smiði sem við erum með hérna. Svo get value og svo þetta input og output. Það sem við eigum í rauninni eftir að gera núna til þess að kannski þetta forrit verði smartara, að það er það að við að við tökum þetta inputfall og outputfall og gerum það snyrtilegri í notkun, eða ekki? Og það er rauninni það sem við verðum að gera í næstu útgáfu af þessu. Ef við kíkjum núna á 11.9 eða 11, hvað er það? 11.8 það er komið hér í sín, eða ég ætla að hætta hérna
Sýndist ég eitthvað erfið? Já, kemur nefnilega einhver athugasemd hérna. Þannig ég ætla ekki að fara að hella mér út í það að finna af hverju kemur hérna einhver error. Ég ætla að byrja á því að fara yfir hérna, ég held að bara fara það mikil tími í það. Ég sýndist þetta áðan. Ok, hvað erum við þá komið með hérna núna? Við erum komið með það sama og við erum áðan. Plúsvirkjan, mínusvirkja, tvíþátta mínusvirkja, einþátta mínusvirkja, samanburðar og síðan kemur hér er komin einhver nýrvirki, operator píla og operator píla í það sem pílan snýr hinsegin. Og ef við skoðum aðeins meinfallið núna, hvað er búið að gera hér? Hér er búið til einhvern inntaksstraum, innstream, úttaksstraum, outstream, svo tengjum við inntaksstrauminn við einhverja skrá sem heitir infile og svo gerur hann athugasemd ef að það virkar ekki. Outstream tengjur hann við outfile og gerur líka athugasemd ef að það gengur ekki upp. Og svo segjum við hérna instream píla amount. Þetta er í rauninni, og kannski er nú auðveldara, ég ætla að byrja á því að hugsa þennan hér, out píla amount. Hvað erum við komið með? Þetta er í rauninni bara einhver virki, eða ekki, þessi pílu virki sem skrifar út. Og þessi virki, hvað er vinstra megin við hann? Jú, það er þessi straumur, out, eða ekki. Það er það sem er vinstra megin, það er færibreytan vinstra megin. Og færibreytan hægra megin er tilvik af klasanum amount. Og þannig að hér erum við með einhvern operator sem að tekur inn strauminn vinstra megin og tilvika af klasanum hægra megin. Svo erum við reyndar líka með aftur þetta hér. Þetta tekur inn, hvað tekur, við skulum ekki pæli því til að byrja með. En allavega, þá ef við skoðum núna, sem sagt, þetta var out, það er þá úttaksstraumur hérna. Þetta er í rauninni, hér erum við operator píla. Og þannig að hér erum við að skilgreina þennan operator hér. Hvað tekur hann inn í sig? Jú, hann tekur einhvern úttaksstraum, eða ekki, sem við köllum outs, eða ekki, og vinstra megin, og hann tekur tilvika klasanum onni hægra megin. Þannig að hér erum við að útfæra þennan píluvirkja, við getum orðað þannig, sem tekur einhvern straum í vinstra megin og tilvika klasanum onni hægra megin. Og hvað gerir hann? Ok, það er ekki búið að fylla út hérna overload, það er ekki búið að, já nei, þetta er hérna, ok, og svo er þetta fremd hérna fall, þannig að það hefur aðgangað það hefur aðgangað einhverjum klassans og það skilar tilbaka O-stream. Við skulum aðeins bíða með að pæli því. En ef við skoðum hérna útfæsluna á þessu, nú ætlum ég að fara á að finna hann operator píla útfæsluna á honum. Sem er hér. Í rauninni, núna er þetta eitthvað langt og mikið fall, en kannski takið eftir því, þetta er bara output fallið sem við vorum með áðan. Hvað gerði output fallið áðan? Það tók reynda bara eina færibreytu sem var straumurinn, sem er hér, og svo notaði það strauminn til að skrifa út þetta á einhverju snirtilegu formi. En á öðru leyti er þetta nákvæmlega eins fall. Við erum bara búin að taka output fallið og gefa því nafnið operator píla. Þannig að þá erum við bara að skilgreina þennan operator sem sagt með þessu falli. Það sem við bæst við sem þetta output fallið, við fengum inn strauminn áður og við fengum ekki inn tilvikið. Enda var output fallið, það var liður í klasanum. Eða ekki, þá fengum við bara
Við sögðum nafnið á tilvikinu punktur output-fallið, þetta upplýsingar hvað var í liðnum, það fengum við með því að segja þetta punktur output. Nú finnst okkur bara snirtilegra að vera ekkert með þetta nafn punktur output. Við viljum bara frekar nota þennan píluvirkja og þá þurfum við að fá inn tilvikið sem færibreytu í staðinn. Þannig að nú fáum við tilvikið hérna, tilvikaklassunum á sem færibreytu sem hægra megin virkja. Output-fallið, það var líka bara void fall, en hér output-fallið, hérna, hvað gerir það? Það skilar tilbaka straumnum sem það fær inn, eða ekki? Sjá, það skilar tilbaka einhverjum straum og þetta output-fall, sjá, það skilar tilbaka straumnum. Og ef við skoðum núna hvernig var kalla á fallið í main-forritinu, hvað nú main-forritið? Hér kemur það. Sem sagt, hér dæmum það að við erum að kalla á þetta fall. Fallið fær inn eða ekki strauminn, annars vegar. Fær inn strauminn cout og tilvika á klasanum. Það sem þetta myndi gera, nú keyrist bara fallið upp og það skrifar út þetta tilvika á þessu snirtilega formi eða hvað nú var sem að við settum það inn á. Fallið skrifa það út, en svo kom þannig að return IO-stream, að það ekki, eða return out stóð. Það skila tilbaka straumnum, þannig að þegar þetta fall er búin að skrifa út tilvikið, þá kemur straumurinn tilbaka, þessi cout straumur, þannig að við getum hugsað að þannig að í rauninni fyrst keyrist þetta, cout kemur tilbaka, þannig að fyrir næsta hérna, þá er komið bara í rauninni, þetta keyrðist og cout komið tilbaka. Þannig að nú þegar þetta er búið að keyrast, þá stendur cout og píla og þá heldur hún áfram að skrifa, fattið. Þess vegna kom þetta að við skilum tilbaka straumnum. Það er til þess að við getum keyrt virkjan aftur og hann viti hvaða straumur það er sem á að nota. Svona var þetta. Á sama hátt og áður, hérna getum við nota píluvirkjan fyrir inntaksstrauminn og hér kemur þá straumurinn vinstra megin og þetta hægra megin. Og nú er bara straumurinn einhver inntaksstraumur, hérna er straumurinn sem við tengdum við einhverja skrá. Hér erum við að nota sama virkja eins og hér, en við sendum bara inn annan strauminn sem er búið að tengja við skrána. Nú er mín tilfinning að ég sé algjörlega búin að missa þráðinn. Er það rétt? Einhver slatti sig á. En náðu þessu fram að þessum hérna, sko ég gerir mér alveg grein fyrir því að þetta er ekki auðmelt, en maður bara byrja á því að fara yfir þetta og svo hjakkast það svona hægt og hægt innvendalega. Hérna, það sem verður dæmatímaverkefnið, og það er það að ég læti ykkur hvað nýjan klasa sem að, eða ég ætla að hafa main forrit sem ég gef upp sem er að nota ákveðin klasa og þið sjáið í rauninni hvaða aðgerðir er verið að nota í main forritinu og svo hérna og þá út frá því að sjá hvaða virkja þið þurfa að útfæra fyrir klasan. Það er það sem dæmatímaverkefnið mun ganga út á. Og þetta er bara eitthvað sem maður læri með því að reyna við þetta og hérna prófa að útfæra þetta. Og svo höfum við áður en skilið dæmatímaverkefninu, þá höfum við föstu þess tíman og þá getum við kannski skoða þetta eitthvað nánar. Þannig að ég ætla að láta þetta í bíli nægja útfærsluna á þessum virkjum. Er einhverja spurningar sem við skila verkefni sem að er ekki síðasti dagur núna, hitt verkefni sem ég var aðeins að hella mér í á, ég var ekki föstu að ég var. Já, ég var skoða það sem hitt hringur síðasta. Sem ég skil ekki það sem alltaf verið að gera með